Maður alltaf að púsla saman einhverjum púsluspilum og búa til eitthvað. Þú getur bara að búa til tölvuleiki, þú getur bara að búa til vefsíðu, þú getur bara að búa til og svo bara halda þessu við líka kannski svolítið verkefni. Maður svona að halda kóðunum við, endurskrifa hann, gera hann betur. Stundum maður að skoða kóða það sem maður var að gera fyrir 2-3 árum og bara hvað í andskotunum í gangi hér? Og svo kemur eitthvað nýtt í bylgjuna frá, utan að frá eitthvað svona nýtt í kóðunum og þá þarf maður að fara að breyta því og uppfærslur og svona. Forritun náttúrulega skilur kannski eftir sig eitthvað á netinu. Það til vefsíður eftir mig sem ennþá lifandi. Maður að búa til eitthvað bara eins og listaverk. Það er kannski lifandi alveg eðlilega. Þá náttúrulega einhver endurskrifar og gerir betur en það til vefsíður sem ennþá notaðir í dag eftir mig. Og svo forritun líka bara mjög mismunandi. Þú getur verið að gera alls konar mismunandi hluti í forritun. Það ekki eitthvað eitt, það kannski svona 10 hlutir sem getur verið að gera. Já, það er skemmtilega að vera á svæðinu og vinna með fólki og svona. Þú getur unnið inni hvar sem þú getur verið í útlöndum eða tekið þetta með þér til bústaðinn. Og svo maður stundum líka að vinna á kvöldin og svona. Ef maður eitthvað að fara að gera eitthvað yfir daginn eða eitthvað, þá vinnur maður stundum á kvöldin, stundum helgar. Maður ballerast þetta bara aðeins út. Þannig þetta er bara alveg fáránlega gott starf. Allir það hafi ekki verið tölvuleikir, sci-fi bíómyndir og svo bara við verið að fikta í tölvum. Við vorum að lana strákarnir og þurftum að gera eitthvað svona networking-dót. Og svo fórum við að búa til heimasíður. Það kveikti bara algjörlega á forritinu. Svo fór ég út til útlanda í nám eftir það. Þá bara búinn að vera að starfa við þetta. Þú þarft ekki endilega að vera eitthvað stærðfræðisgeni en þú þarft náttúrulega að áhuga á tölvum og svo kannski tungumálum þannig séð en ekki þá venjulegum tungumálum eins og tala dönsku eða eitthvað þannig. Heldur bara að þú ert svolítið að tala við tölvuna og svona segja henni hvað hún á að gera. Það er bara mjög mikið atvinnumönnum fyrir forritara. Við okkur vantar forritara, sérstaklega í Íslandi. Það mun bara aukast. Forritun mun breytast aðeins. Þú mun tala meira við gervigreindina og hún mun gera hluti hraðar fyrir þig. En þú þarft samt alltaf að stýra hvert kóðinn fer og hvert verkefnin fara. En það mun bara gerast hraðar en við þurfum samt mjög mikið á forriturum að halda. Já, það er kannski aðeins að skoða bara NTVAF síðuna og athuga Code Academy og svo bara endilega koma og pröfa í smakki. Þetta er bara einhverja 6-8 vikur. Þá fara svona smakka hvað þetta er að gerast og þá þarf ekki að taka alveg heila önn. Það hefur bara reynst okkur vel. Fólk oftast að halda áfram úr smakkinu. Það er svo gaman.